Margrét Tryggvadóttir gerði svo vel. Já, ég þakka formanni náðarsamlegast fyrir að fá að tala hér fyrir hönd hreyfingarinnar, en eins og bent á í skýrslunni að taka heimilin á sig alla áhættu varðandi verðbólguþróun. Þannig að jafnræði á milli lántakenda og lánveitenda algjörlega rofið. Við í hreyfingunni viljum losna við verðtrygginguna og við teljum jafnframt að leiðrétta verði skuldir heimilina. Kreppur einkennast ofta af stórfelldum eignatilfærslum og það á svo sannarlega við hér. Við hrunið þá greiddi ríkissjóður allar innstæður í landinu, sama hversu háaðar þær voru. En á sama tíma ætlast til þess að heimilin greiði ekki bara skuldir sínar þrátt fyrir breyttar aðstæður og minni kaupmátt, heldur einnig stökkbreyttar skuldir sem hafa bil 2- og 3-faldast. Og eins og sýnt hefur verið fram á þá gagnast úrræði ríkisstjórnarinnar aðalega þeim tekjuhæstu, en ekki fólki með lágar eða meðaltekjur, og ég persónulega vil ekki búa í samfélagi sem byggir á og lætur óréttlæti af þessum toga viðgangast. Og þess vegna viljum við í hreyfingunni leiðrétta skuldir heimilina og draga úr vægi verðtryggingarinnar og leita leiða við afnema hana alveg. Takk.